Jæja, góðan daginn, gott fólk og verið velkomin á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Framundan leikur Kára og Völsungs, ekki IA og Völsungs eins og stendur þarna. En Kári svo sem partur af íþróttabandalaginu. Þetta nú kannski afleiðing af því að aðal grafíkarinn okkar í frí á Spáni og óskum honum bara góðra stunda þar. En eins og ég segi, framundan leikur í Kára og Völsungs í annarri deild. Þessi lið hafa mæst tvisvar sinnum áður í deildakeppni. Það var árið 2015 þegar þau voru saman í þriðju deild þar sem að Völsungur endaði nú reyndar í öðru sæti og fór upp, meðan að Káramenn enduði í fimmta sæti. Í þessum tveimur leikjum sem spiluðu í deildinni þá unnuðu hvort sinn leik, unnu heimaleikina sína. Völsungur vann á Húsavík 1-0 en Káramenn unnu heimaleikin 4-2 í bráðfjörugum leik. Staðan í annarri deildinni er nú þannig að með sigri hér í dag geta Káramenn komist upp í þriðja sætið, jafna við Þrótt frá Vogum sem sitja núna í öðru sæti með 18 stig. Völsungarnir að samanskapi geta komið sér í annað sætið, þannig að þetta er hörkuleikur og mjög mikilvægt fyrir bæði lið. Ætluðu sér að blanda sér í baráttunum annað sætið. Það stefnir í það að Afturelding ætli að stinga af í fyrsta sætinu, eina tablusa liðið í deildinni með 23 stig, en Þróttur Vogum næstin eins og ég sagði áðan með 18. Völsungur kemur sér í þriðja sæti með 17 stig og getur þar alveg komið sér upp í 20 stig með sigri hér í dag. Fjarðabyggð situr í fjórða sæti með 16 og síðan Kári í fimmta sæti með 15 stig fyrir þennan leik. Nú, það er margt áhugavert svo sem að skoða. Það er alltaf gaman að fá ný lið hérna til okkur á Akranes. Svona leikmenn hjá Völsungi eru nokkrir sem að hafa spilað alla leikina. Athygli skuluð þið hafa á leikmanni númer, já býtum við, hvað ætla hann sé? Hann Ásgeir Kristjánsson, númer 9, skuluð fylgjast vel með honum. Fæddur 1998, búinn að skora 6 mörk í deildinni, skoraði 2 í bikarnum í 2 leikjum. Þannig að hann er þeirra hættulegasti maður, virðist vera. Guðmundur Óli Steingrímsson hefur einnig skorað 4 í deildinni, öll úr vítum reyndar. Á meðan að Káramegin, þar er markahæstur Páll Sindri Einarsson með 5 mörk og Andri Júlíusson sem með 4. Kannski rétt hjá okkur bara að renna yfir byrjunarliðin og leikmannahópana sem eins og þeir líta út í dag. Í markinu hjá Káramönnum númer 1 er Gunnar Bragi Jónasson. Númer 3 er Sverrir Mar Smárasson, númer 4 Sindri Snæfells Kristinsson, númer 5 Arnar Freyr Sigursson, númer 6 Hákon Ingi Einarsson, númer 9 Guðlaugur Þór Brandsson fyrirliði, númer 14 Gylfi Brynjar Stefánsson, númer 16 Helgi Jónsson, númer 17 Ragnar Már Lárusson, númer 19 Eggert Kári Karlsson og númer 20 Páll Sindri Einarsson. Á bekknum hjá Kára eru númer 2 Þór Lórens Þórðarsson, númer 7 Andri Júlíusson, númer 11 Kristófer Daði Garðarsson, númer 15 Óskar Vasilevski, númer 18 Guðfinnur Þór Leósson, númer 22 Marin og Hilmar Ásgeirsson og númer 12 er varamarkmaðurinn Andri Þór Þórunarsson. Þarna allt saman menn. Allir útileikmennir hafa verið í byrjunarliðinni einhver tíman í sumar, þannig að það er sterkur bekkurinn hjá Káramönnum í dag. Lið Völsunga frá Húsavík er þannig skipað í markinu númer 1 Aron Dagur Birnusson, númer 2 er Bjarki Baldvinsson fyrirliði, númer 6 er Travis Nikló, númer 9 Ásgeir Kristjánsson, númer 10 Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, númer 13 Sigvaldi Þór Einarsson, númer 17
Arnþór Hermannsson, númer 23 Halldór Mar Einarsson, númer 25 Gunnar Sigurður Jósteinsson, númer 26 Freyþór Hrafn Harðarsson, númer 27 Bergur Jónmundsson. Á varamannabekknum hjá Völsungi eru eftirfarandi leikmenn. Númer 7 er Ólafur Jóhann Steingrímsson, númer 8 Eyþór Traustason, númer 14 Guðmundur Óli Steingrímsson, númer 20 Ófeigur Óskar Stefánsson, númer 22 Rúnar Þór Brynjarsson, númer 24 Ágúst Þór Brynjarsson og varamarkmaðurinn er númer 12 Alexander Gunnar Jónasson. Eins og ég sagði áðan hafa þessi lið mæst tvisvar sinnum áður, en síðustu 5 leikir þessara liða eru nú þannig að Káramenn hafa tapað 3 af síðustu 5, þar með er talin 3-4 tap í bikarkeppni gegn Víkingi frá Reykjavík, en eins og við munum kannski hér að þá byrjuðu þeir hér á að tapa á heimavelli í fyrstu umferð gegn Fjarðabyggð 5-1, en síðan komu 5 sigurleikir í röð, en síðan hafa þeir tapað síðustu 2 sem er samanlegri markatölu 9-2, fyrst fyrir Aftureldingu 5-1 og síðan fyrir Hetti 4-1 bæði á útivelli. Völsungur búin að vinna 3 af síðustu 5, fyrst af þeim 5 leikjum unnu þeir Fjarðabyggð 2-1 fyrir austan, unnu síðan Huginn 6-2 á heimavelli, töpuðu síðan fyrir Gróttu 2-1 á útivelli, gerðu jafntefli við Leikni Fáskrúðsfirði fyrir austan og síðan í síðasta leik unnu þeir Þrótt Vogum 2-1 í toppslag, mjög mikilvæg leik þar, mikilvæg sigur þar fyrir Völsunga, en það er klárt mál að þetta er hörkulið sem er komið hérna vestur, en ég ætla að gefa ykkur smá pásu frá mér hérna og sjá hvort að ég næði mér ekki í 1 kaffibolla eða svo á meðan við bíðum Ingrid.
Þá eru liðin komin inn á völlin og heilsast hér það hörkustuð á HM náttúrulega eins og undanfarið. Frakkland, Argentína, stórkostlegu leikur nýbúinn og hvað betra milli HM leikja heldur en að skella sér á einn leik á IATV hér í annari deildinni. Kári Völsungur og hér heilsast fyrirliðarnir þeir Bjarki Baldvinsson og Guðlaugur Þór Brandsson og dómari leiksins Gylfi Tryggvason og aðstoðardómarar Guðmundur Ingi Bjarnason og Otto Sverrisson. Þeir eru klárir í slaginn. Þetta er mikilvægur leikur eins og ég kom inn á áðan. Og það eru Káramenn sennilega sem að byrja með boltan. Gylfi Brynjar stilla sér upp hérna fremst og leikurinn farin á stað. Sjáum að Káramenn eru með sína 4 manna vörn. Sverrir spyrnir fram en þar er engin annar en Gunnar. Kemur eins og fyrirliðan Bjarka sem kemur svo með stungusendingu. Gunnar út úr markinu og hann samar þetta. Gunnar kom inn í liðið núna seint í vor þegar að Guðmundur Sigurbjörnsson meiddist. En hér er langur bolti upp á Eggert Kára. Hann leitar hérna út í hornið. Arnar kemur fyrir gjöf. Og hvað gerist hér? Númer 17 Ragnar. Hákon hérna í hægri bakvörðunum, Arnar Freyr í vinstri. Guðlaugur fær hann inn á miðjunni. Sindri með langan bolta átt að Eggert Kára sem ekki rangstæður. Þetta hlýtur að vera vítaspyrna og reyndar skorar Gylfi Brynjar en hafa búið að flauta vítaspyrna alveg klárt. Gat ekki betur séð en að honum var haldið hérna. Er hann ekki að spjaldar ánga mann eða hvað? Nei. Já, það er allt að gerast hérna. 1,5 mínúta liðin. Það var Sigvaldi Þór Einarsson sem að fekk hérna gult spjald fyrir þetta brot. Og Páll Sindri getur komið Káramönnum hérna yfir strax í byrjun sem hann gerir í mitt markið. Páll Sindri bætir við markareikningin sinn. Þá er hann komin upp í 6 mörk í deildinni. Óska byrjun fyrir Káramenn. Ekki nokkuð spurning. Þessi sending upp á Eggert Kára algjörlega eitruð og hann á að taka sér stöðu fyrir innan Sigvalda hérna í vörninni og Sigvaldi varð að gera svo vel að brjóta á honum. Þá skipta þær bolta. Frábær byrjun hjá Kára. Hins mikilvægur þessi leikur og ég tala nú ekki fyrir Kára sem að koma hérna út úr 2 mjög slæmum töpum. Meðal annars fyrir Hetti frá Egilsstöðum sem þeir unnu hérna í bikarnum í framlengdum leik. Eggert Kári pressar hérna stíft og Sverrir skallar þetta fram á við. Gylfi í baráttunni. Guðlaugur út á Hákon. Hákon reynir sendingu hérna inn á Gylfa sem hann finnur en hann nær ekki að koma honum út á Eggert Kára hérna. Völsungarnir
komast út með boltan. Bjarki og þessi fyrir aftan Sigvalda. Það var Aðalsteinn sem reyndi þessa sendingu. Hákon Helgi tilbaka á Guðlaug sem stingur síðan í áttina Eggerti Kára, en Aron Dagur vel vakandi í markinu. Ásgeir Kristjánsson hérna úti hægra megin sem ég myndist á áðan, markahæstur þeirra Völsunga. Aðalsteinn Jóhann Friðriksson fremstur. Kemur innkastið inn á Aðalsteinn. Sindri pressar á hann að koma honum hérna út til vinstri á Sigvalda. Sigvaldi á Bjarka. Snakkarilegur. Aftur út á Sigvalda sem finnur svo Bjarka upp í vinstra hornið. Eggert Kári kominn tilbaka, en Bjarkin að halda þessu. Sigvaldi reynir fyrir gjöf, en það fer í Guðlaug Þór og þaðan aftur fyrir fyrsta hornspyrnan í leiknum. Á fjölmenna Húsvíkingar inn í teg og inn á Martein. Gera Gunnari erfitt fyrir hana. Bjarki með fyrirgjöfina, en þarna nú vilja þær fá eitthvað fyrir sinn snúð. Vildi meina að það hefði verið reynt þarna í bakið á Aðalsteini, en dómarinn vill ekki sjá það. Já, Gunni rekkur þá bara fram. Arnar tekur þetta niður, setur hann síðan hérna yfir á Eggert Kára sem nær að taka hann vel með sér, en Sigvaldi vel vakandi núna og Eggert pressar og innkast sem Völsungar eiga. Sigvaldi kemur þessi hérna fram á Aðalsteinn. Sverrir pressar á hann, Guðlaug tekur síðan við, en Aðalsteinn nær að snúa. Kemur þessi síðan inn á mér. Páll Sindri lesi þetta mjög vel og sér hlaupið hjá Gylfa sem nær að taka með sér. Og hér dæmd aukaspyrna. Gylfi að sleppa í gegn. Þetta lítur þá að vera gult spjald. Já, þeir ná að veiða spjöldin á þá hérna grimt í byrjun. Það var Gunnar Sigurður Jósteinsson sýnist mér sem fekk þetta spjald, en Gylfi náði að taka hann með sér þarna án þess að sjá hann. Þetta var virkilega vel gert hjá honum, flott hlaup og Páll Sindri sá þetta hlaup hjá honum og senda hann hárfínt inn fyrir vörnina, og þetta bara alls ekki langt frá. Þetta skotfæri fyrir Páll Sindra, en Völsungar ekki alveg ánægðir. Káramenn viljast vera vel stemdir hérna. Ég skal hundur heita ef að Páll Sindri tekur ekki skot hér. Það Páll Sindri hleypur að, beint í vegginn. Ragnar Már tekur frákastið, leggur hann út á Arnar. Arnar kemst hérna upp í hornið, nær hann fyrirgjöfinni, það gerir hann inn á fjárstöngina, það Eggert Kári skallar hann fyrir. Og það hornspyrna, Helgi Jónsson spyrnir hérna í varnarmann og enn eru Völsungar ekki sáttir. En ákveðin vonbrigði þessi aukaspyrna hjá Páli.
Þessi kemur hérna út í tegin en þeir lesa þetta gestirnir. Hákon upp í hornið á Guðlaug sem að sendur hann hérna hátt inn að tegnum. Ragnar Már, nei gróft brot hér. Halldór Mar Einarsson keyrir Ragnar Már gjörsamlega niður og það nú alveg með ólíkindum ef að þetta ekki guldspjald, en kannski finnst dómaranum nóg svona snemma leiks. Virkilega harkalega gert, en Ragnar staðinn upp og þá fær Páll Sindri annað tækifæri. Rétt rúma 9 mínútur liðnar og mark Páls úr vítaspyrnu er það sem að skilur liðin að. Þá er Palli klár stutt til hlaup, aftur beint í vegginn, en hann nær frákastinu, hann heldur valda á boltanum, kemur svo með hann fastan hérna fyrir, þeir ná að skalla frá, Guðlaugur skallar þetta aftur inn, Helgi rangstæður eða hvað, ekkert flaggað. Þessi bolti allir einn tilbaka á Sindra sem að setur hann hérna hátt í áttina Ragnarum á, en hann skilja sér ekki alla leið. Arnar á Pál Sindra, þeir halda þessu Káramenn. Pál Sindri með hann kemur sér á tegin, Gylfi Brynjar nær að snúa og þetta er í hliðanetið. Frábær snúningur hjá Gylfa. Þarna mátti litlu muna að staðan væri orðin 2-0. Það má nú rifja það upp að síðast þegar þessi lið mættust hérna í höllinni náðu Káramenn að skora 3 mörk á fyrstu 36 mínútonum, en leikurinn endaði 4-2. Sverrir neglir þetta upp í rjáfur. Og tekur Sigvaldi innkast fyrir Völsung. Fín pressa hérna hjá Eggerti Kára. Sigvaldi tilbaka á Bjarka. Augljóslega heilinn í spilinu þeirra hann á miðunni. Travis Nikló er með honum hann inn á miðunni, situr örlítið aftar. Freyþór Bergur Jónmundsson hérna fram á Aðalstein, en Káramenn ná að vinna boltan, en Travis missir hann hérna. Gylfi reynir að stinga á Helga, men það missefnast. Löngsending hérna hjá Bergi átt að Áskeri, en hann fer forgörðum. Það er verið að það voru aðri leikir í annari deildinni í dag. Huginn tók á móti Vestra fyrir austan. Býtum við, hér er Eggert Kári einn á móti Sigvalda, reynir að leggja hann hérna út á Hákon sem kemur á ferðinni og tæklar hann út af, en Vestramenn sigruðu Huginn 1-0 fyrir austan. Á Fellavelli ger ég ráð fyrir, þar sem að grasið á Seyðisfirði var nú dæmt ónýtt, skils mér, á dögunum, og Fjarðabyggð sigraði Tindastól 1-0. og þetta er síðan þriðji leikurinn í annari deildin í dag. Þessi leikur í 9. umferð. Það er nú kannski líka gaman að rifja það upp að síðast þegar þessi lið mættist hérna, þá var einmitt einn af markaskorurum Kára. Býtum við, hér er Ragnar Már með skot hátt yfir. Var einn af markaskorurum Kára, enginn annar en Ólafur Valur Valdimarsson, sem að lék með Kára þá, en er eins og menn vita leikmaður IA í dag. Kom einmitt inn á í leik þeirra gegn Víking Ólafsvík í gær eftir meiðsli, en við tölum ekkert meira þann leik.
Páll Sindri hinn að taka þetta niður, fer út til vinstri á Guðlaugur stígur út en slök sending upp í hornið. Annar markaskorari í þessum 4-2 leik var nú Sverrir Mar Smárason sem er hér leikmaður í dag. Staðan var þá 3-1 eftir 36 mínútur, hér er hún 1-0 eftir tæpar 14 mínútur. Bjarki út á Sigvaldi kemur með hann inn á fjær, Ragnar Már kominn hérna á réttum tíma, kemur þessu frá. Við minnum ykkur á að endilega fylgja ykkur á samfélagsmiðlunum. Við erum á Twitter. Þið finnum okkur með að leita IA TV, annars erum við með, heitum við IA sjónvarp. Nú eins hvetjum ykkur til þess að gerast áskrifendur að YouTube-brásin okkar og fáið þannig tilkynningu í hvert sinn sem við förum í loftið, og að sjálfsögðu erum við á Facebook líka. Þið finnum okkur þar með að leita bara að IA TV. Hákon hér á hörkuspretti, sterkur, gríðarlega sterkur, en þarna er það Freyþór sem hann er að vinna ánum boltan, en Hákon vinnur hann bara tilbaka. Slök sending hérna í Ásgeiri. Boltinn komin yfir á Arnar, hann tilbaka á Sindra sem kemur svo með hann langan hérna. Við sjáum Káraliðið gera þetta mjög mikið, þessa skábolta upp í hornin. Eggert tilbaka, fær hann hérna aftur, og þarna er einhver samstuð milli Eggerts Kára og Sigvalda, og Guðlaugur nær að koma þess út fyrir. Erfitt að meta hvor svo sem orsakaði þessa snertingu. Þeir lentu þarna saman, Eggert Kári og Sigvaldi. Eggert pressar hérna stíft og það gerir Helgi Jónsson líka, hann er dæmdur brotlegur. Bergur Jómundsson var hérna í baráttunni við hann. Freyþór tekur þessa aukaspyrnu. Vel gert hérna hjá Hákoni, Lisetta hann er að skalla frá. Aðalsteinn inn á Bjarka, en Hákon kemst í boltan. Kemur hann hérna fram á Guðlaug sem að finnur Ragnar Má sem að lendir hérna í klafsi en fær ekkert fyrir sin snúð. Arnar Freyr, hann er dæmt aukaspyrna. Arnar las þetta, vantar svolítið upp á gæðin hérna hjá Völsungunum í sendingum hérna á síðasta þriðjungnum. Það komið sér í ágæti stöður en ekki náða að gera neitt úr þeim. En hér er Bjarki með langa sendingu upp í hægra hornið. Ásgeir eldir en Arnar er á undan. Ég ætla nú að leyfa mér að senda kærar kveðjur norður á Húsavík ef að einn af okkar IA TV mönnum er að horfa þar. Ég veit að hann er verður þar sem gestur núna, gamall Völsungari og ekki síður Káramaður, Valgeir Sigurðsson. Sendum kæra kveðju, dæmt hendi hérna á Gylfa Brynjar. Og þetta sendum við bara öllum Húsvíkingum kæra kveðjur sem að er að horfa. Vonum að þeir séu margir. Þá eru
Völsungarnir komnir hérna margir fram. Aukaspyrna sem að Arthur Hermansson tekur inn á teiginn. Guðlaugur skallar þetta frá og Hákon vinnur síðan boltan, kemur og fleigi ferðinni. Gylfi aðeins og fljótur af stað eða sendingin aðeins og seint, það má alltaf deila það, en þetta var hárrétt dæmt. Gaf sér góðan tíma að sjá hvort að Gylfi ætlaði sér bara hreinlega að taka boltan. Boltinn tilbaka hérna á Aron Freyþór, fær hann aftur frá Bergi. Travis Nikló með boltan hérna, leggur hann svo tilbaka. Boltinn út á Sigvalda. Bjarki kemur og fær hann, skiptir svo yfir á Ásgeir út í hægra megin sem að einhverju vandræði með að ná valda á honum hérna, og Ragnar Már nær að pota þessu út fyrir. Gunnar á Berg, hann út á Freyþór. Sigvaldi Völsungarnir svolítið mikið með bolta núna þessar síðustu mínútur. Bjarki kemur og sækir hann. Kára með þéttir. Kemur löng sending frá Halldóri upp í hornið, en Sindri les það og skallar út fyrir. Og Halldór tekur innkastið inn á teig. Gunni alltof seinna út úr markinu þarna og Sindri setur hann í horn. Ég myndi ekki segja trúnaðarbrestur, en ákveðin misskilningur þarna, skortur á samskiptum. Sverrir hreinsar þetta frá. Og er Halldór aftur með innkast. Völsungarnir fjölmennir á síðasta þriðjungi. Bergur og Ásgeir dæmdur rangstæður. Já, réttur rúmar 20 mínútur liðnar, staðan ennþá 1-0, markið á annari mínútu úr vítaspyrnu. Páll Sindri Einarsson. Kemur langur bolti hérna í átt að Eggerti Kára, en Aron var ekki inn einu vandræði með þetta. Arnar Freyr missir hann yfir sig. Ásgeir kominn hérna í átt að teignum, reynir að finna Bjarka sem að tekst ekki. Hákon finnur Eggert Kára. Sigvaldi pressar á hann, þannig að Eggert nær ekki valda á boltanum. Bergur fær hann hérna, finnur Bjarka sem að finnur síðan Sigvalda eða hvað. Nei, Hákon gríðarlega sterkur, stígur hann út. Gunnar sparkar þessu upp í loft. Ætlaði að reyna að spila út úr þessu. Alltaf fundist það fyrirlegt þegar það spilast upp og svo aftur á markmanni sem reynir svo langan bolta undir pressu í staðin fyrir að bara láta hann vaða strax langan. Guðlaugur dæmdur brotlegur hérna. Steig hérna skóinn af Bjarka.
Bjarki 28 ára á þess ári. Kemur með hann hérna inn á fjær og það hlýtur að vera Káramenn sem eiga þennan. Já, hárrétt. Það er tveir fæddir 1990 í Völsungaliðinu. Það er Bjarki Baldvinsson og Bergur Jónmundsson, en aldursforsetinn sem er inn á núna, Gunnar Sigurður Jóstinsson, fæddur 1982. En Kára megin er það Eggert Kári Karlsson sem er manna elstur, fæddur 91. En það meðalaldurinn ekki hár hjá Kára í þessum leik, 22,6 ár í hópnum. Sindri með langan Nikló nær þessum. Völsungarnir allir búinir að vera að færast í aukana hérna síðustu 10 mínútur. Bjarki gerir hérna vel, en Káramenn reyna að hreinsa þetta. Sigvaldi síðan í skotið í varnarmann og út fyrir. Og enn einn hornspyrnan sem að Völsungarnir eiga. Inn á fjarstöngina og þetta er laus bolt í bakvartspyrna hana, en búið að dæma aukaspyrnu. Já, Káramönnum hefur ekki gengið eins vel núna svona eftir 10. mínútu að opna. Þeir voru Helgi ítir hérna með báðum höndum, sem er allavega einni hend og mikið. Og Völsungarnir, það er svona liggur frekar í loftinu að þeir jafni heldur en hitt. Káramenn full passífir svona fyrir minn smekk. Nikló og Bjarka. Bjarki á Arnþór og hann út á Halldór sem að spila tilbaka. Gylfi pressar og Arnar vinnur þennan skalla auðveldlega. Sindri tekur hann niður, kemur fram með hann hérna, finnur Hákon, mættu nú reyna aðeins að halda boltanum. Eggert Kári þessi fyrir aftan Hákon og út fyrir. Þeir mættu gefa sér smá tíma að halda boltanum. Þeir eru búin að vera full mikið í vörn. Það er einhvern veginn, menn það er meira líjandi að vera endalaust að elda heldur en að vera með boltan. Sverrir langan í átt að Gylfa sem að næra flikkan áfram, en það gerir Freyþór líka og kemur þessu út fyrir. Kemur Hákon og tekur þetta innkast. Eggert Kári fær hann, stendur af sér tæklingar, vel gert hjá honum. Eggert Kári konin í tegin, reynir fyrir gjöfina, en Freyþór hrapp fyrir og þá er hornspyrna sem Kári á. Það eru allir Völsungar komnir tilbaka nema Bjarki fyrirliði sem að býður frammi. Þeir reyna aftur hérna niðri, en þetta er bara lesið af þessu bolti sennilega ætlaður Páli Sindra. Þetta er ekki virkað allavega hingað til.
Þá ætlar Arnar Freyr Sigurðsson að taka langt innkast. Finnur Eggert Kára upp við endalínu sem að skallar hann tilbaka. Sigvaldi kemur þessu frá. Bergur kemur þessu út fyrir undir pressu. Þetta er betra frá Káramönnum. Langt innkast frá Arnari en þetta er beint í fangið á Aroni sem að kastar hérna út á Ásgeir. Koma Völsungarnir á flegi ferð en vel lesi á Guðlaugi, hann stóð þetta bara. Kemur hún síðan í áttina Gylfa sem að næri ekki að komast í boltan. Gunnar sparkar þessu út fyrir. Ragnar kastar þessu inn á Guðlaug. Vel gert hjá Ragnari Má. Finnur Guðlaug, finnur aftur Ragnar. Ragnar reynir að kloppa Bergarna en hann lokar bara. Og dæmt aukaspyrna á Travis Nikló. Gylfi lét hann ekki eiga sig hérna. Mikil vinsla í Gylfa. Alltaf. Þá er Páll Sindri með aukaspyrnuna. Töluvert að rauðum treyjum á teiknum. Sverrir mættur Arnar Freyr, Eggert Kári. Og þetta er bara skottilraun en hátt yfir. Já, Páll ekki alveg fundið sig í þessum aukaspyrnum í dag. En er með 100% nýtingu á vítaspyrnunum eins og er. Hálftími liðinn, 1-0. Þessi kemur hérna út til hægri. Páll Sindri tekur hann bara niður. Og Páll Sindri dæmdur brotlegur. Já, það er Bergur sem að var fyrir barðinu á þessu. En hann er staðinn á fætur. Gunnar sem að tekur þessa aukaspyrnu langt og er inn á tegin. Sindri stekkur hæst og skallar það frá. Bergur. Helgi pressar á hann. Travis Nikló, það er brotið á honum hérna. Ragnar Már gerir það. Töluvert til aukaspyrnur í þessum leik. Það er Bjarki Baldunsson sem að tekur þessa. Þarna Gunnar og Freyþór á vinstri vængnum en þetta er beint hins vegar í fangið á Gunnari sem að kastar hérna fram á Eggert Kára sem að fer á ferðina. Hákon er með honum og sendur hann upp á Hákon. Hákon er fyrirgjöfin eða hvað. Aron út í þetta, vel gert hjá honum. Fínt upplaup hjá Káramönnum. Og koma Völsungarnir bara tilbaka. Lögsending hjá Travis. Sindri yfir á Eggert Kára. Lögur á Sverri. Páll Sindri undir pressu tilbaka á Gunnar sem að tekur hann hérna frá með vinstri en Ásgeir hefur betur en á móti Arnari. Skallað út. Hérna viljaði nú fá hendi. Það hefði verið mjög strangur dómur. Helgi kemur hérna á ferðinni. Þeir eru hérna 4-4 núna. Ragnar Már fær hann. Kemur með hann strax fyrir Gylfi í baráttunni. En Freyþór hefur betur.
náði ekki að stýra þessu fram í honum. Arnar með boltan hérna inn á miðjan tegin, en Freyþór skallar þetta í horn. Vildi þarna fá bakgrindingu dæmda á Helga Jónsson, fekk ekki. Kemur hornspyrnan inn á marktegin, þeir ná að skalla þetta frá. Guðlaugur með boltan hérna komin inn á tegin aftur, Ragnar Már og það í varnarmann og framhjá. Já, hérna náðu KR-menn loksins að ógna almennilega aftur. Það Páll Sindri núna sem tekur þessa hornspyrnu. Boltinn í áttina Sindra. Guðlaugur nær skotinu, skýtur í Sindra. Svo Páll Sindri fyrir. Völsungarnir að berjast við að koma þessu frá. Gengur hálfbrösulega. Helgi út á Eggert Kára. Eggert, já það bara innkast eða hvað. Þetta Salómonsdómur held ég, frekar en hitt. Í staðinn fyrir aukaspyrnuna gefur hann innkastið. Það stutt í pyrringin hjá báðum liðum. Þá kemur langt innkast. Nikló skallar frá, Páll Sindri skallar hann aftur inn í. Bjarki hérna til þess að taka við þessu, en Sindri sér við honum. Arnar og Bjarki ítir. Arnar heldur honum samt og heldur honum enn. Svo hann tæklar að krafti hérna. Ég veit ekki yfir hverju að kvarta Völsungarnir, en þetta var bara innkast. Arnar kennir sér nú einhvers meins, sýnist mér, en heldur áfram. Páll Sindri fekk hann hérna, Bjarki pressaði á hann. Boltinn inn á tegin, Nikló nær að hreinsa þetta frá. Eggert Kári á undan. Aðalsteini þarna í boltan. Sverrir. Páll Sindri á hlaupinu. Sendingin ekki nákvæm. Já, Arnar vinnur boltan. Finnur svo Páll Sindra hérna upp í vinstra horninu. Slöggsending. Já, Páli, smá miskilningur milli hans og Helga, en Arnar komið með hann einaferðin enn. Og komin upp að endamörkum. Kemur þessu út í tegin. Helgi aðeins og seinn. En Sindri vinnur hann. Þetta miklu betra núna hjá Káramönnum. Gylfi missir á honum. Páll, já, þeir vinna hann trekk í trekk. Nú gengur Völsungunum erfilega að komast út úr sínu svæði. Eggert Kári kominn hérna bara fastur í vinstri bakvarðarstöðunni, en Bjarki tilbaka á Nikló. Nú náður kannski aðeins að róa þetta niður. Arnar, miskilningur hjá Völsungum. Guðlaug tilbaka á Sverri. Aftur á Guðlaug, hann aftur á Sverri. Bjarki pressar á hann kemur langan bolta í áttina. Gylfa sem að er dæmdur ástæður. Hárrétt sem fyrr.
Freyþór með langan bolti í áttina Bjarka. Hákon skallar þetta en beint fyrir Sigvalda sem að finnur síðan Bjarka en Hákon mættur. Vel gert hér. Sigvaldi nær hann fyrir gjöfinni, gerir það inn á fjárstöngina. Bjarki þar, tekur hann á kassan en nær síðan ekki valdaboltanum. Nú það Völsungarnir sem pressa. Bergur en Arnar gerir vel. Og það síðan hlaupið niður hérna Ásgeiri. Já, það mótmæla öllum dómum svona meira og minna finnst mér Völsungarnir. Ég veit ekki alveg hvort að það hjálpar þeim svo sem. Það gerir það nú sjaldnast. Getur nú frekar komið mönnum í vandræði. Þetta svona safnast oft upp reyndar þegar mönnum finnst svona nokkri dómar falla gegn sér og þá fara menn að upplifa það séu bara allir dómar á móti þeim en Guðlaugur yfir á Sindra. Sindri yfir á Sverri. Sverrir finnur Eggert Kára sem að býða sig hérna. Hann snýr, leggur á stað. Ragnar fær hann hérna og hann dæmdur rangstæður. Enn og aftur spot on. Ég fann að treysta þessi manni fullkomlega hérna á línunni. Hvorki fumni fát. Guðlaugur vinnur þennan skalla en Bjarki tekur annan boltan og þriðja kemur þessu út á Arnar Halldór fyrirgefi en Gylfi nær að vinna þetta en boltinn út fyrir. Ragnar kastar hérna inn á Gylfa, hann á Arnar og hann ætlar Helga að hlaupa eftir þessu sem að nær boltanum en fær ekkert fyrir sinn snúð hér. Eingöngu innkast sem að Völsungar eiga. Páll Sindri í skotfæri, lætur vaða á löngu færi. Máttlaust framhjá en ágætis hugmynd. Páll Sindri náttúrulega frábær skotmaður. Eggert Kári finnur Helga, slöggsending aftur á móti. Sindri þarna hefur betur gegn Bjarka. Gunnar skiptir yfir á Hákon og Hákon sér hérna hlaupi hjá Eggerti Kára. Eggert einn á móti Sigvalda komin inn á tegin. Finnur Hákon sem komin hérna í stuðningin. Hákon finnur Gylfa. Gylfi út á Eggert Kára en þá nær Sigvaldi að sjá við honum. Kemur hérna, finnur Bjarka. Aðalsteinn ætlar að stinga hérna inn á Ásgeir. Nær að vinna boltan aftur, smá kæruleysið þarna Bjarki en fín varnarvinna þarna hjá Kára undir lokin. Gunnar spyrnir frá marki. Sigvaldi hreinsar þetta yfir til hægri. Sindri nær að vera á undan Aðalsteini þarna í boltan. Þá kemur Ragnar Már. Snýr. Finnur Guðlaug. Guðlaug með frábæra sendingun á Gylfa. Þarna verð ég að viðurkenna að ég ekki viss. En frábær sending, það bara vantaði örlítið upp á að hlaupið væri þá rétt tímasett ef að þetta réttu dómur þar að segja sem við að sjálfsögðu gerum ráð fyrir
Þetta maður búinn að ávinna sér traust og það ekki svo glatt tekið af mönnum. En þarna var eins gott fyrir Völsunga að Gylfi hafi verið rangstæður vegna þess að þeir voru 2 Káramenn til þess að taka við fyrirgjöfinni frá honum. Sverrir kemur með hann langan yfir til vinstri. Arnar tekur hann á kassan aðeins og langt frá sér þarna og síðan dæmdur brotlegur. Réttur mínúta eftir af fyrri hálfleik. Langur bolti út til hægri. Ásgeir flikkar þessu áfram en það engin nema Sindri Snæfells sem að reynir að finna Gylfa. Það ekkert, mistið þarna jafnvægið. Þá var það komið að Káramönnum að vera ósáttir. Og ágætt að það dreifist í aft. Ragnar Már, skemmtilega gert hjá honum, leikur sér með boltan þarna. Þannig að Aðalsteinn nær að klóra þetta í innkast. Arnar kastar þessi inn á Gylfa sem að sendir tilbaka á Sverrimar. Hákon og þá bara flautað til leiksloka í fyrri hálfleik. Staðan 1-0 með marki Páls Sindra Einarssonar úr víti á annarri mínútu. Svo sem fjörugur leikur, Káramenn átt svona hættulegri færi. Völsungum gengið illa að skapa hættu en við tökum okkur hlé ásamt leikmönnum og við komum aftur eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Komið sælattur og verið velkomin með okkur á IA-TV hérna í síðara hálfleikinn í leik Kára og Völsungs í annari deild karla. Staðan í hálfleik 1-0, Káramönnum í vil, mark Páls Sindra Einarssonar úr víti strax á annari mínútu. Við hvetjum ykkur sem eruð að horfa sjálfsögðu til þess að taka þátt í spjallinu leikinn og endilega gefa ykkar komment og ræða saman leikinn. Þetta er nú einu svona gagnvirkt sjónvarp en að sjálfsögðu að passa að halda kurteisinni og svona góðaskapinu með í því. Það er gaman að heyra ykkar álit á því sem að er að fara fram. Eins að viljum við endilega hvetja ykkur til þess að tísta okkur og fylgjast með okkur á Twitter og fylgjast með okkur á Facebook og gera það sköndur á YouTube að sjálfsögðu. Við erum hérna fyrir Skagan eins og við segjum en ekki síður fyrir alla hina sem að komast ekki á leiki á Akranesi. Og að sjálfsögðu fyrir þá sem stunda veðmál lengstur út í heimi. En engar sjáanlega breytingar á liðunum í hálfleik. Káramenn byrjuðu af miklum krafti fyrstu 10 mínútur, hefðu hæglega getað skorað fleiri mörk þá en síðan tóku Völsungar svona öll völd í leiknum í svona 20 mínútur en Káramenn náðu síðan aftur að byrja að ógna í lok. Hér er eitthvað að gerast. Helgi Jónsson með sending út á Guðlaug sem er með skoti fremjá. Káramenn byrja seinni hálfleikinn eins og þeir byrjuðu þann fyrir ákæfir í sóknarleiknum. Já, en Völsungar náðu nú ekki að ógna marki Káramanna að nokkru marki í fyrri hálfleiknum. En sem fyrir segir er þessi leikur gríðarlega mikilvægur fyrir bæði lið ef þau ætla sér að blanda sér í keppnina annarsætið og ég segi einmitt annarsætið af því að það lítur út fyrir að Afturelding ætli sér að stinga af. Palli með sendingun inn á Eggert Kára en Aron kemur út úr teignum og hreinsar þetta frá. Arnar skallar þetta fram, tekur hann svo aftur hérna á kassan. Gylfi fær hann hérna, komin upp að endamörkum, sendir hann fyrir, þeir ná að skalla þetta frá. Helgi í skotfæri en Nikló nær að komast fyrir. Langur bolti hérna ætlaður Ragnari en Halldór Mar skalla tilbaka á Aron. Ragnar skallar þetta hérna á Gylfa. Gylfi kominn inn á teiginn, vantar stuðning, kemur með hann fyrir en beint í fangið á Aroni. Ég sé að Diddi Sterki er að auglýsa eftir því hvort að einhverjar konur séu að horfa. Ég get nú svarað því til að því miður er rétt 10% áhorfenda okkar á IA-TV konur. Viljum að sjálfsögðu að það verði fleiri enda sýnum við töluvert hérna frá kvennafótboltanum meðal annars í fyrra dag þar sem að þær tóku á móti Sindra hérna í Akraneshöll. Sigruðu 11-0. Upptakan frá þeim leik eins og öðrum leikjum er bæði aðgengileg á okkar YouTube síði, YouTube rásinn okkar en líka inn á iatv.is. Þannig að þið getið kíkt á allt það sem við höfum verið að bardúsa síðustu 2 árin inn á iatv.is
Eggert Kári sterkur hérna, stígur út. Völsungarnir vildu nú fá brotdæmt á hann hérna. Gylfi, hann togar hérna Halldór niður. Bergur á Aðalstein, hann út á Sigvalda, en Hákon náði boltanum en misti hann aftur. Arnþór á Bjarka. Bjarki gerir vel, ekki dæmt. Þarna fannst mér nú reyndar vera brot, en Gylfi kominn hérna inn á teginn og hann nær skotinu, en það langt framhjá. Það ætla að taka hann hérna utan fótar eins og Radamel Falcao gerði daginn með Kólumbíumönnum, en með lakari árangri. Boltinn hérna út á Halldór. Arnar pressar, nær vinnur boltan, fær hann aftur síðan hérna, en erfitt að dæma brot á þetta. Freyþór var fastur hérna, gat ekkert annað en verið fyrir, en hann hreinsar hérna út fyrir. Verð að segja að ég bjóst við einhvern veginn Völsungunum sterkari í þennan leik. Unnu góðan sigur á Þrótti Vogum í síðustu umferð. Arnar Freyr með innkastið, það langt á Eggert Kára, en Nikló sterkari skallar þetta út fyrir. Nei, þetta ekki hann. Þetta var Sigvaldi. Og Páll Sindri tekur þessa hotspinnu. Þessi hárinn yfir á fjárstöngina. Guðlaugur kemur honum fyrir og aftur á Pál Sindra, en hann að sjálfsögðu dæmdur rangstæður. Var hann alveg uppið endalínu. Ég held að heyrðist nú á Páli að þetta hef ekki verið ætlunin að spyrna niður í svona. Kemur Nikló, sendir á Bjarka. Sigvaldi aftur á Bjarka. Bjarki mikið í boltanum. Bergur aftur á Bjarka. Halldór hérna laus úti hægra megin. Bjarki finnur hann í fyrirgjafastöðu. Ragnar Már kominn hérna að setja pressa á hann. Það dæmt hotspinna. Já, Káramenn vildi nú meina að þetta ætti að vera í náttina, en fjölmenna Völsungarnir í teginn. Þessi bolti snýr út í teg. Páll Sindri vinnur hann, finnur Sindra. Sindri losar þetta upp í hornið á Helga. Helgi, frábær tækling hér hjá Halldóri Mar. Sigvaldi finnur Aðalstein, hann pressaður tilbaka, en Bjarki á Travis Nikló sem að skiptir hérna yfir. Þar Ásgeir með boltan fyrir. Guðlaugur hreinsar frá. Ragnar Már tekur hann með sér og Helgi kemur honum aftur á Ragnar sem að gerir vel. Kemur honum út til hægri á Eggert Kára. Eggert, Gylfi tekur hlaupið, en þessi sending ekki nógu góð. Aron grípur þetta, kastar síðan hérna fram á Ásgeir, en Arnar Freyr, nei, hann ekki til boltans. Aðalsteinn á Bjarka. Aðalsteinn aftur. Bergur snýr tilbaka á Travis. Hann finnur Bjarka. Þeir eru að nálgast hérna teginn. Sending inn fyrir.
en Sindri nær að pressa hérna vel á Arnþór sem að náði ekki hreinu skoti á markið en frábærlega spilaði á Völsungi. Þetta sennilega aðeins líkara því sem að býr í þeim. Langt kastinn á Aðalstein sem að snýr baki í markið og reynir fyrirgjöfina en Sindri fyrir og hotspinna. Völsungar að byggja upp smá pressu núna. Það Arnþór sem að tekur spinnuna. Fastur bolti fyrir og bakvarðspinna hjá Gunnari Aldurs forseta á Völsungarana. Þannig gerði menn þetta í gamla daga. Völsungarnir vilja að Gunnar spinni langt sem hann gerir, reynir að finna Gylfa, gerir það, hann fleytir honum áfram en Völsungarnir vinna boltan, ágætlega gert hjá Ásgeiri en Sindri les þetta, Halldór skallar frá, Páll Sindri í baráttunni við Travis, hefur betur, Helgi reynir stungusendingu, frábær vörn hjá Gunnari en Káramenn halda áfram sókninni. Ragnar með fyrirgjöf með vinstri og þessi á fjærstöngina og hvað gerðist þarna? Eggert Kári sýndist mér vera þarna og það bara hreinlega bjarga á línu. Sigvaldi náði að vera fyrir þarna. Allavega hotspinna sem að Káramenn eiga. Ég vek athygli á því að þar sem að þið eru að horfa á þetta á YouTube að þá getið þið spóla tilbaka og séð liðna atburði en hér kemur Páll Sindri með hotspinnuna. Sindri nær að vinna skallan, Gylfi með skoti og þetta er í markið. Gylfi Brynjar Stefánsson kemur Káramönnum í 2-0 á 57. mínútu. Fín hotspinna hérna hjá Páli og síndist að vera Sindri Snæfell sem að vann skallan, fleytt honum áfram inn á fjárstöngina þar sem að Gylfi var eins og rækamur og náða að koma honum í netið í gegnum þöguna. Já, Káramenn konur með aðra höndin á 3 stigin hérna en nóg eftir. Völsungarnir hafa verið örlítið meira ógnandi hérna í upphafi síðari hálfleiks. Það nú fyrir margt löngu síðan sem að Völsungur spilaði nú í efstu deild, allavega 1 tímabil á hann og þegar ég var ungur. Páll Sindri vinnur hann hérna tilbaka á Arnar Frey. Það er innkast sem að Káramenn eiga. Arnar rekinn tilbaka, hann var aðeins farin að stela full miklu að mati Gylfa dómara sem er nú búin að dæma hennar leik nokkuð vel þó að Völsungarnir hafi nú ekki alltaf verið sáttir við alla ákvarðanir og þá hefur hann náð að halda ágætis stjórn á leiknum. Langur bolti hérna inn á Eggert Kára sem að fleytir honum inn á markinu en óvinnalega fyrir Gylfa. Þetta var spila tilbaka á Aron, pressa á Skagamönnum en Halldór er hérna með no plás, kemur inn á völlin, missir örlítið stjórn á boltanum. Fín pressa hérna hjá Ragnar Má sem að fær sér hjálp frá Eggerti en hann er dæmdur brotlegur. Eggert Kári þetta er svolítið lýsandi fyrir stemminguna. Eggert Kári var hérna að þvælast fyrir og Bergur ekki alveg með þolinmæðina til þess að eiga við það. Hann fær eitthvað svona föðuleg ráð frá dómara leiksins
ná vel saman að lokum. Hugljúf stund. Slök sending hins vegar úr aukaspyrnunni og Eggert Kári vinnur boltan. Heitar hérna inn á völlinn, finnur Pál Sindra. Pál sér Hákon á hlaupinu, hann að nálgast hérna teginn, nær hann valdi á boltan, hann gerir það, snýr, hann hefur náttúrulega að láta bara vaða með vinstri. Þarna ætla að snúa yfir á hægri fótinn. Hér kemur hins vegar Ásgeir á flegiferð, nær að koma hann fyrir Aðalstein sem að skilja hann eftir fyrir Bjarka sem að kemst í boltan, en Gunnar verð þetta ágætlega spilað hjá Völsungi. Pál kemst hérna fram hjá Nikló, stingur inn á Ragnar Má sem er komin inn á teginn, reynir síðan fyrirgjöfina með hægri en Freyþór kominn fyrir. Og það er Ragnar Már Lárusson sem að tekur þessa hornspyrnu fyrir Kára. Þessi er inn á fjárstöngina og það er inn á skallanum, er það Arnar Freyr Sigursson, sýnist mér. Lán og einn Völsungurinn hérna í tegnum. Ég veit ekki hvort það var eftir viðskipti við Arnar, en fekk frían skalla og skallaði hann bara niður í hægra hornið. Fínn leikur hjá Káramönnum. Ég gerir nú ráð fyrir því að Völsungarnir séu ekki ánægðir með uppskeruna þar sem að komið er klukkutími liðinn. 3-0 fyrir Kára. Káramönnum líður greinilega vel á heimavelli. Hér kemur spjald á loft. Sýnist að vera á Berg Jónmundsson fyrir mótmæli. Þá koma Völsungarnir. Já, það má nú svo sem lesa það út úr undanförnum leikjum að Káramönnum líði betur hérna heima heldur en á útivöllum. Bjarki hefur betur en gegn Arnari. Mikil barátta hérna núna. Bjarki leitar inn á völlin. Sverrir er undir pressu, losar þetta. Gylfi fleitir þess áfram. Helgi nær ekki að koma þess á Eggert Kára sem var hérna á flegiferð. Hákon kemst inn í þessa sendingu. Sendir hann tilbaka á Gunnar í markinu. Gunnar finnur Hákon, vel spilað. Hákon greinilega komin í fínt form eftir langvarandi meiðsli. Bjarki finnur Halldór hérna úti hægra megin. Ragnar Má pressar á hann. Halldór gerir vel að komast fram hjá honum. Arnar er þá mættur í aðra dekningu og Halldór vinnur hornspyrnu. Við höfum svo sem séð það í þessum bolta í annari deildinni að 3-0 þó það virki mikið þá er það ekkert í höfn fyrir en að flauta er af. Kemur hornspyrnan, Eggert Kári skallar frá. Gylfi Brynjar mættur niður til þess að hreinsa þetta upp. Hann leitar hérna Ragnari og hér er Helgi á auðum sjó sem og Páll Sindri hægra megin og Ragnar sér það. Þá eru þeir hérna 3-3 núna. Páll Sindri kominn inn á teginn í skotfæri. Aron Ver og hérna er á Eggert skot í Gylfa dómara. Hann baðst auðmjúklega afsökunar þessu en Eggert Kári hérna í döðafæri og Aron nær að verja. Káramenn mjög ógnandi ennþá og mun meira ógnandi heldur en Völsungarnir. Travis Nikló
hann finnur Bjarka stjórnar spilinu hjá þeim. Aðalsteinn finnur Berg eða hvað, nei, Hákon komst á milli. Nikló nær í aukaspyrnu hérna hjá Helga. Bjarki gerir vel, kemst fram hjá Ragnari Má. Ragnar heldur áfram að pressa á hann, en Bjarki heldur boltanum hins vegar. Ásgeir út á Halldór. Halldór sé með fyrirgjöfina inn á fjarstöngina. Hákon skallar þetta upp í loftið, svo kemur skot. Sindri Ver á línu nánast. Eggert Kári snýr við. Tilbaka á Hákon. Hann á Pál. Pál Sindri núna með hann hérna. Skiptir yfir, en Halldór vinnur þennan bolta. Slaka sending á Bjarka síðan. Og þá er Ragnar Már lausinn úti vinstra megin. Ragnar með langan bolta, ætlaðan Gylfa og nær að komast í þetta, hann er dæmdur rangstæður. Hann dansar á línunni. Gylfi Brynjar Stefánsson. Slök sending hjá Bergi, hann orðið þreytulegur. Ragnar Már, hann er að komast hérna í gegn eða hvað, heldur boltanum með smá kúnstir. Páll Sindri finnur Guðlaug, kemur hann sér í skotfærið, gerir það, lætur vaða og þessi út af á innkast sem að Káramenn eiga. Kemur Arnar Freyr Sigurðsson á vettvang, kemur til með að kasta þessu langt. Já, þetta þriðja mark virðist nú svona, ef maður sér líkamstjáningu norðamanna, aðeins hafa svona dempað stemminguna. Ragnar Már Lárusson að fara að velli. Og í hans stað er að koma Kristófer Daði Garðarsson. Ekki amalegt að hafa svona mann á bekknum til að koma inn á. Gríðarlega sprækur strákur, sérstaklega minnistætt þegar hann var nánast búinn að munnaði hársbreidd að hann kæmi Káramönnum yfir 4-3 í framlengingu gegn Víkingi í Reykjavík í bikarnum, skömmu áður en að Víkingarnir skoruðu sitt sigurmark. Já, Völsungarnir komnir hérna með þetta í gangatur. Arnar gríðarlega sterkur í loftinu. Guðlaugur kemur hann tilbaka á Sverri. Svellkaldur kemur þessi yfir á Hákon. Hákon tilbaka á Sverri, þetta er ekki auðveld sending. Tilbaka á Gunnar sem að kemur þessu, já, hann nær að þræða loftabitana. Helgi í baráttunni við Nikló. Ekkert er dæmt. Hákon kemur þessi tilbaka á Gunnar sem að tekur hann núna lágt hérna fram. Finnur Gylfa. Kristófer, hann á flegiferð núna. Stingur inn á Gylfa, en Gylfi er fyrir innan. Flaggaður rangstæður. Já, hann þarf að vinna í þessu hjá sér, tímasendingarnar á hlaupunum. Fínasta sending hjá Kristó inn fyrir. Kemur langur bolti frá Aroni og dæmt á Aðalsteinn sem að fór hérna fullharkalega aftan í Guðlaug, en það er Aðalsteinn sem að liggur eftir. Guðlaugur heldur hann fekk hérna höggan, en Aðalsteinn hefur eitthvað stigið vitlaust niður eða eitthvað. Allavega kennir sér meins í fæti, sýndist mér.
Þeir eru báðir staðnir upp. Kemur Sindri með langan bolta út til vinstri. Halldór nær að skalla þetta á Ásgeir. Fín pressa hjá Arnari. Arnar á Pál. Aftur á Arnar. Helgi kominn inn á teiginn, en það er bara útspark. Markspyrna. Helgi taldi sín að hafa fengið hornspyrnuna þarna, en þetta er réttur dómur eins og þeir eru flestir. Aron hérna út á Sigvalda. Hákon. Sigvaldi brýtur á honum. Svona pirringsbrot. Eggert Kári tilbaka á Sverri. Guðlaugur stendur af sér pressuna, nær að snúa síðan, kemur með hann út til hægri, frábært sending. Hákon nær ekki að halda þessi ná. Þá er skipting hjá Völsungi, leikmann nr. 10 að koma að velli. Aðalsteinn Jóhann Friðriksson og í hans stað skulum við bjóða velkomin. Já, ég skal segja ykkur það þegar ég sé númerið á honum. Ólafur Jóhann Steingrímsson, númer 7. Tæpar 20 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Kasta hérna fram á Eggert Kára. Og boltinn út fyrir og markspyrna. Kemur spyrnan frá Aroni. Bergur hefur betur hérna gegn Helga. Boltinn út á Sigvalda. Eggert Kári nær hins vegar að komast í boltan. Fín vörn hérna hjá Gunnari. Það eru tveir leikir í innkassudeild karla í dag. Þeir eru nýhafnir, 13 mínútur liðnar. Selfoss tekur á móti Þór og Magni á móti Njarðvík. Í innkassudeild kvenna er sömuleiðis verið að spila Þróttur Reykjavík gegn Hömrunum. Þetta eru leikir sem að koma okkur Skagamönnum við. Og Þróttur Reykjavík 1-0 yfir gegn Hömrunum í kvennaleiknum. En já, ég skal segja ykkur það er miklu meira búið. Selfoss 2-1 yfir gegn Þór í innkassudeild karla. Þar eru rétt 20 mínútur eftir en þá 0-0 hjá Magna og Njarðvík, en Þróttur 1-0 yfir gegn Hömrunum í innkassudeild kvenna. Hákon tilbaka á Sverri með hann langan fram inn á teiginn. Aron kemur út og grípur þetta. Arþór skiptir hérna yfir á varamannin Ólaf.
sem að lætur vaða Nick Travis hérna, leggur hann út á Arnþór, hann áfram út á Bjarka sem að kemur sér í skotfæri með vinstri rétt fram hjá markinu. Flottur kapli á Völsungum hérna, vel spilað og Bjarki þeirra besti maður í leiknum í dag að mínu mati. Átti hérna skot með vinstri rétt fram hjá markinu. Gunnar spyrnir frá og það er Kristoffer sem að nær ekki til boltans. Bjarki, Páll Sindri pressar á hann, Bjarki nær þessu, stingur upp í hornið á Ásgeir komin inn á tegin með skot og Gunnar ver sýnist mér vel vari á Gunnari. 2 dauðafæri núna Húsvíkinga á innan við mínútu þegar korter er eftir. Það er Bjarki sem tekur hornið. Það er inn á markteginn og dæmt aukaspyrna á Völsunga sem að svara fullum hálsi allt annað en ánægðir. Það var töluvert klafs þarna, ég veit ekkert á hvað eða hvernig var dæmt en aukaspyrna er staðreyndin. Þá er tvöföld skipting framundan hjá Káramönnum. Þór Lórenz Þórðarsson að koma inn á líkt og Andri Júlíusson. Af velli fara þeir Gylfi Brynjar Stefánsson og Arnar Freyr Sigurðsson. Fínn leikur hjá þeim báðum. 2 markaskorarar á leiðina velli. Já, Þór kemur bara hérna inn í vinstri bakurinn og Andri Júl upp á topp eins og svo við var að búast. Eggert Kári skallar þetta á Guðlaug, hann finnur Andra sem að finnur Eggert Kára en Sigvaldi nær að sparka boltanum í Eggert og út af. Bergur undir pressu frá Andra, fín pressa þarna. Ólafur kemur hérna tilbaka, kemur þessu yfir á Halldór á Ásgeir af stað. Kristoffer kemur tilbaka og kemst fram fyrir Ásgeir þarna sem að er dæmdur brotlegur. Ásgeir þeirra markahæsti maður í deildinni í sumar. Hefur einhverju einu sinni náða að ógna markinu. Sjáum að eftir að Aðalsteinn fór út af þá er Travis Nikló kominn hérna fremstu víglínu hjá Völsungi. Guðlaugur tæpur hérna Eggert Kári, hins vegar finnur Sverri sem að stingur síðan fram. Hér er Páll Sindri að vinna boltan út á Þór á Kristoffer, hann leggur á stað og það er dæmt brot hérna á Ásgeir. Ágætlega mætt á Káraleikina sem fyrr. Enda stórkostleg skemmtun yfirleitt. Það er Kristó sem að tekur þessa spyrnu. Það er inn á fjærstöngina en beint í fangið á Aroni. Aron kastar hérna fram að Bjarka.
Kristoffer brýtur á honum, hann lítur að fá gult spjald fyrir þetta. Hann hugsaði ekki neitt annað en að stoppa sögnuna þarna, Kristoffer. Hann þarf ekki að biðjast afsökunar á þessu dómarinn. Hann vissi það allan tíman. En hann stöðvaði þarna mögulega hraða sókn hjá Völsungi. Þannig að Káraliðin að skipuleggja sig. Bjarki fær hann. Frábærlega lesi á Sindra. Sindri heldur áfram í pressunni. Fellur svo tilbaka. Sigvaldi á Bjarka. Það var hann kominn þarna megin. Hann er út um allt. Ólafur aftur á Bjarka. Bjarki virkilega sprækur í þessum leik. Þá eru Völsungarnir komnir hérna inn á tegin. Sigvaldi stíginn út eða stíginn inn, allavega stíginn. Dettur hérna. Það var augljós snerting hérna, en hvort að það var eitthvað saknæmt aðdæfi veit ég ekki. Hákon stingur hérna fram á Eggert Kára sem er með Ólaf hérna á eftir sér. Eggert Kári kemst hins vegar í fyrirgjáfa stöðu. Kristoffer Guðlaugur hefur tíma, komin inn á tegin, tekur hann yfir á hægri, en varnarmennir náðu að vera fyrir hérna. Bjarki komin í boltan, vel gert hjá Páli sem að vinnur á honum boltan. Kemur hérna inn á miðjanvöllin, missir valda á honum. Bergur tilbaka á Bjarka, hann finnur síðan Ásgeir hérna úti hægra megin, 10 mínútur eftir. Tæpar. Bergur. Gunnar yfir á Sigvaldi á Ólaf. Tilbaka á Arnþór. Arnþór skiptir síðan yfir á Halldór hérna. Þór til varnar. Slök sending frá Halldóri á Pál Sindra bara. Eggert Kári gerir vel. Eggert með Andra Júl með sér. Andri á flegi ferð finnur Pál Sindra. Pál reynir að finna Andra aftur sem að tekst. Og Andri brýtur af sér. Ég veit ekki með þessi ákvörðinu Páli að senda hérna inn á Andra. Kristoffer var einnig með vinstra megin. Það var orðið fullþröngt. Aron spilni frá en Sverrir sterkur skallar þetta frá. Arnþór undir pressu. Tilbaka á Freyþór. Hann tilbaka á Aron. Káravelni þétti núna. Það náði að breiðast við þessum ógnunum frá Völsungum. Slök sending hjá Freyþóri en Halldór nær að redda þessu. Þór hérna yfir á Sverri. Sigvaldi kemur þessu Ólaf. Ólafur finnur Nikló. Þá er Bjarki komin í boltan. Bergur yfir til hægri á Ásgeir. Ásgeir yfir á fjárstöngina. Það er Bjarki, maður leiksins, Völsungsmegin. Ekki spurning, skorar hér og kórunar góðan leik. Minkamunni 3-1, 7 mínútur eftir. Eins og ég sagði, þetta er ekki búið fyrir að það er búið. Þetta var fín sókn og minnsti maður vallarinn skorar með skalla. Þetta er klassík. Sindri ber boltan hérna upp, setur hann síðan bara upp í hornið og Andri Júl eldir á flegi ferð. Nær hann þessu? Nei, þetta er vel stigið út hjá Freyþóri.
Völsungar svona nokkuð megin tilbúinu með skiptingu. Guðlaugur í baráttunni, Bjarki nær að taka þetta niður, hann allstaðar hreinlega. Helgi brýtur á honum. Þetta var nú alveg möguleiki á gulu spjaldi þarna. Helgi í baráttunni hérna, vinnur innkast. Hvað nú? Það Halldór Mar Einarsson sem að fer að velli og inn á kemur leikmann númer 20 Ófeigur Óskar Stefánsson og hann fyllir nú bara hérna í hægri bakara stöðuna þar sem að Halldór var. Mikil pressa hérna á Hákoni og Ólaf. Það fengið þeir að fá smá vind í seglin Völsungar með þetta mark, en Andri eins og bífluga hérna eins og vanalega. Páll Sindri slök sending hins vegar, Bjarki á Nikló. Ásgeir fær stuðning hérna frá Ófeigi. Sindri fleytir í sjálfan, Bjarki í döðafæri hérna og frábær vörn hjá Hákoni sem að kemst fyrir og svo skot himinhátt yfir frá Bergi. Bjarki þarna aftur í döðafæri. Káramenn verða eitthvað að bregðast við eða ætla ekki að missa þetta niður. Það greinilegt að Völsungarnir gefast ekki upp fyrir að þeir flauta þeir af. Gunnar fær hér vinalegt tiltal frá dómara leiksins að vera ekkert að tefja. Helgi í baráttunni. Þór hérna með háan fót. Gunnar hins vegar grípur þetta, kastar þess út á Eggert Kára sem undir pressu frá Sigvalda, en Eggert nær að halda boltanum. Miklu harðfylgi, vantar stuðning, lendir í vandræðum, en hann ennþá með boltan, nær að koma þessu broti síðan á Andra Júliusinni. Mikið öskur núna og Völsungarnir með mikla þörf fyrir að spjalla við Gylfa dómara. Þarna sýndist mér nú Aron kýla boltan fyrir utan teig en ekki dæmt. Ég get ekki betur séð hann að stæði á línunni og tegði þessu út og kýldi boltan frá. Bjarki Freyþór á Nikló. Það dæmd aukaspyrna. Þetta alveg, ég held að þetta sé hárrétt. Nikló þarna fékk faðmlag sem hann kerði sig ekki og 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma og þetta getur alveg verið hættulegt. Þeir eru hérna 2 að spjalla með þetta, Ásgeir og Bjarki. Ásgeir ætlar að bjóða sig hérna úti að hægra megin og Kristófer væntanlega sá í vegnum sem að þarf að vera meðvitaður það, en þetta að varnarmanni og framhjá. Hornspyrna. Þeir ætla ekki að hætta, þeir neita að hætta. Þá fylla þeir Martein
Gunnar í vandræðum hérna í markinu. Þór reynsar síðan hérna frá. Páll Sindri kemst framjá Sigvalda og stingur núna á Andri missir hann aftur fyrir sig. Annars hefði hann nú verið hérna á auðum sjó með Helga Jónsson með sér hægra megin. Og fegur yfir á Ásgeir sem hérna komið núna. Langur bolti en það bara beint á Þór Lórens sem að getur bara kassað niður. Gerir vel, finnur Pál. Sindra finnur aftur Þór sem að stingur hérna fram á Kristófer. Vel gert. Kristófer með frábæra hælsendingu hérna á Þór Lórens sem að gnæði síðan fyrirgjöfinni. Helgi missir hann undir sig. Kemst ekki í boltan. Bjarki gerir vel í að komast hérna fram hjá Guðlaugi en Guðlaugur nær að komast aftur fyrir Bergur. Finnur Nikló. Sverrir brýtur á honum eða hvað? Nei, ekkert dæmt. Sigvaldi, mennuleg tími liðinn. Langur bolti hérna yfir. Þór les þetta og skallar hann aftur fyrir. Hotspinna. Ólafur tekur hana, sýnist mér. Já, það mæðir á Káramönnum hérna undir lokin. Þór skallar frá. Arnþór reynir að koma aftur fyrir. Sverrir hreinsar þetta frá. Páll Sindri framlengir hann á Hákon sem hann að vinna boltan. Helgi og Andri á fleygjuferð. Andri kominn hérna inn á teginn, leggur hann til hliðar á Helga sem að leggur hann í netið. 4-1 innsigla hér sigurinn. 3 stig heim. Helgi Jónsson. Völsungarnir voru komnir ansi margir fram. Þeir voru hreinlega 3 á móti 1 hérna eða 3 á móti 2 og krafturinn í Andra þegar hann hleypur hérna inn og óeigingirnin að leggja hann til hliðar á manni sem var í betra færi þó hann ætti bara markmannin eftir. Frábær skyndisókn, frábært mark, frábær sigur. Þetta mark á 92. mínútu. Ásgeir með frábært mark. Þetta ekki búið, gott fólk. Á 92. mínútu líka markahæsti maður Völsunga upp úr þurru og það má heyra Sömnald þetta þegar hann skora markið. En frábært skot úr þröngri aðstöðu en í nærhorni hjá Gunnari. Ég verð nú sennilega að taka mér það verkefni þar sem ég nú hérna einn að velja mann leiksins úr röðum Káramanna í þessum leik og ég ætla mér að velja fyrir mitt leiti Arnar Freyr Sigurðsson sem nú reynda farin að velli. Skorar mark en gríðarlega sterkur í loftinu, vann nánast öll skallæmi sem hann fór upp í og allavega þáttur að margir hafi átt góðan leik að þá myndi ég segja fyrir mitt leiti að þá læti ég hann bera af en hér flautað til leiksloka og 4-1 sigur Kára staðreind 4-2 fyrirgefið. Svo við rennum yfir þetta hérna eldsnögt. Þetta byrjaði snemma. Páll Sindri Einarsson skoraði á víti eftir á annarri mínútu. Þar við satt í hálfleik 1-0 staðan þá. Á 57. mínútu bætti Gylfi Brynjar Stefánsson við öðru marki eftir stóðsetningu frá Sindra Snæfells Kristinssyni. Á 61. mínútu skoraði Arnar Freyr Sigurðsson eftir hotspinnu frá Ragnari Má Lárusinni. Bjarki Baldvinsson minnkaði munni 3-1 á 83. mínútu eftir sendingu frá Ásgeiri Kristjánssoni. Helgi Jónsson skoraði síðan 4. mark Káramanna eftir
skyndisókn og sendingu frá Andra Júlíusinni á 91. mínútu samkvæmt úrslit.net og KSÍ og síðan á 92. mínútu bara strax í næstu sókn minnkaði Ásgeir Kristjánsson munin í 4-2 en frábær sigur og mikilvægur sigur fyrir Káramenn að ná að rífa sig upp eftir slakt gengi undanfarið og koma sér aftur á sigurbrautin og gera það vel gegn eina af toppliðunum. Þeir setjast í þriðja sætið eftir þennan leik með jafnmörg stig og Þróttur einu stigi meira en Völsungur og markatalan orðin jöfn. Örn Arnarsson heiti ég þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag. Myndatökumaðurinn minn í dag var Ingimar Elvar Ágústsson, ég þakka honum kærlega fyrir hans framlag. Næsta beina útsending hjá okkur er 4. júlí en þá eru 2 leikir á dagskrá. IA tekur á móti Hömrunum í kvennaboltanum en Kári tekur á móti býttu nú við, hverjum er það? Tekur á móti svo mikið sem skulum að hafa þetta á hreinu þannig að við séum ekki að bulla einhverja vilsu. Kári tekur á móti Víði í annari deild karla, annar fyrirleikur klukkan 6, hinn klukkan 8. Sjáum hvernig okkur gengur að græja það sem að leikirnir eru nú sennilega á sikkornum staðnum en og aftur takk hérlega fyrir að horfa á okkur hérna á IA TV. Munið bara að lífið er núna. Takk fyrir okkur.